Já, komið í sæl, þeir eru sestir hjá mér, þeir Ársæll Valfells, lektor við Háskóla Íslands og Gunnar Smári Egilsson, blaðamaður, verið velkomnir. Og við ætlum að fara yfir skýrsluna. Það tæp vika síðan að hún kom út og hvað finnst ykkur svona markverðast í þessari skýrslu? Ég byrja þér, Ársæll. Það náttúrulega mjög margt sem markvert í þessu skýrslu og eins og umræðan undanfarna daga hefur snúist En það er einn punktur sem hefur ekki komið fram sem mér finnst vera markverður og hann sá að Seðlabankinn og hlutverk hans og hvernig starfsmennirnir sem stýra Seðlabankanum hvernig þeir virðast hafa algjörlega misskilið það sem á að vera hlutverk Seðlabanka. Erlendis þetta yfirleitt kallað centralbanks eða miðbankar og hlutverk miðbanka eða centralbank akkurat að vera banki bankana og vera bankin sem passar upp á það að viðskiptavinir þeirra sem bankakerfið að þeir séu að fara eftir reglum, séu í lagi og þeir hagi fjármálakerfinu þannig að það kom ekki til kerfishruns. Þeir hafa bara þá verið upp á punt, eða hvað? Seðlabankinn búinn að vera að eltast við gengisvísitöluna af því að síðastlega frá 2001 þegar var skipt yfir nýja peningamálastefnu að þá virðist bankinn skilja það þannig að það eina sem hann á að gera að reyna að halda gengisvísitölunni í ákveðnu gildi til að reyna að láta líta út sem að sé engin verðbólga í kerfinu. Og það gerði þeir með því að hækka vexti upp í hæstu vextu á byggðu bóli sem á síðan ekkert að koma þeim á óvart að rústi síðan kerfinu í kjölfarið. Gunnar Smári, hvað finnst þér vera markverðast? Mér finnst ekkert annað en flestum öðrum Það sem náttúrulega búið að vera fjallum þetta alveg heila viku, þá vil ég kannski ekki bara endurtaka það. En það náttúrulega kemur hérna viss heildarmynd og sem svona sjokkerandi, en ég held að flest allt sem í skýrslunni hafi komið fram. Þannig að það sem svo skýrslan verði svona bara tímapunktur, það sem þetta dregið saman og þetta bara staðan, þetta það grunnu sem við erum að byggja umræðan á og þá kannski allt í lagi að hafa í huga ýmislegt sem ekki í skýrslunni, eins og til dæmis það að hún fjallar bara hrun bankana, hún fjallar ekki hrun aðra þætti efnahagslífsins eins og sveitarfélagin, orkufyrirtækin og fleira sem eru komið fótu fram af misráðnum ákvörðunum og eru þarna kannski inni. Þannig að sumiliti þá kannski ákveðin hætta á að umræðan svona detti svolítið tilbaka eins og hún var í upphafi eftir hrunið, á meðan hún hafi farið svona víðar eftir það. Nú kemur skýrslan bankana og kemur svona skýrari grunnur og dettur næstu þangað, en svo þurfum við náttúrulega að fjalla hitt líka, ekki bara setja. Men við má bæta þetta, þá einn aðili í samfélaginu, einn aðili sem sleppur alveg og það eru lífeyrissjóðirnir. Þeir voru kaupendurnir á öllum þessum gjörningum og eru búin að vera í eftir hrun að framlengja þessa gjörninga og reyna svona láta lít út sem að þeir sé ekki eins tapari og þeir í raun og veru eru og ég myndi vilja sjá aðra skýrslu sem að fjalla bara lífeyrissjóðina. En það nú að koma fréttir í þessari viku að lífeyrisréttindi að skerðast einmitt út af þessum ákvörðunum. Það nákvæmlega það sem að koma. Í mjög hægum áfangum þeir skerða eins lítið og mögulegt upp að því Þannig getur verið að skerðingin verið meiri allir þarna. Og þeir voru einu sem voru að spila með alvöru peninga. Þannig að sömuleyti þá búa þeir til systemið Því það ekki hægt að búa til systemið bara úr lofti. En það lífeyrissjóðirnir sem koma með alvöru peningana og eiginlega búa til systemið. Og aldrei hafa maður val Það bara tekið af laununum hans og maður ekki eins og spurður Aldrei hefur maður val til þess að reyna að verja lífeyrisréttindi sín. Tölum aðeins í skýrslunni, þá eru 3 fyrrverandi ráðherrar, þeir eru taldir að hafa með athafnaleysi sínu sýnt vanrækslu. Við höfum aðeins heyrt í einum af þessum ráðherrum í vikunni og það Geir H. Haarde sem að segist enga ábyrgð bera. Hvað finnst ykkur þetta, að það sem kemur fram í skýrslunni og það að það séu ennþá 2 ráðherrar sem hafa ekki tjáð sig og einn sem að gengst ekki við ábyrgðinni? Ég sjálfsögðu ber maðurinn ábyrgð. Það er ekkert hægt að fara í neina grafgötu með það. Hann forsætisráðherra á mestu ögurstundu í sögu Íslands og hann velur það annaðhvort að taka ákvarðanir og taka ekki ákvarðanir. Og það að taka ekki ákvörðun alveg mikið ábyrgðar hlutverk eins og að taka einhver ákvörðun og hann náttúrulega stóð vaktina og hvort hann gat gert eitthvað, ég veit það ekki en svona þegar maður fer yfir skýrsluna þá sýnist manni að
þeir sem áttu að taka ákvarðanir, þeir hafi ekki skilið vandann sem gerir verkum að þeir náttúrulega gátu ekki komið upp með eina lausn til þess að bregðast við því. Þannig að ef þú skilur ekki vandann þá veist ekki hver lausnin er. Ingibjörg Sólrún hefur ekki viljað tjá sig um þetta og heldur ekki Árni Mathiesen? Nei, það má kannski segja sem svo að þetta bara forhert fólk. Að sömu leyti þá þegar að horta á þetta, þau skilgreina ábyrgð sína eins þröngt og mögulegt og maður fer að velta fyrir sig að maður hlustar á þetta fólk, kannski í sér dáin út úr samfélaginu eitthvað sem heitir svona félagsleg ábyrgð. Ég ber bara ábyrgð á því sem ég get skilgreint sem mín ábyrgð alveg þröngt og mögulegt mín persónulegu fjármál eða eitthvað, að ég ber enga ábyrgð félagslega eða umfram út í samfélagið og ekki einu sinni fólk sem að þó vinnur hreint og klárt við þetta eins og forsætisráðherra og fjármálaráðherra og bankamálaráðherrann og fleiri, seðlabankastjórarnir og fleiri, það gerir engin eitt nema sem beint hægt að klaga upp á hann að gera, eða skiljið, og sömuleyti held ég að hrunið tók svona langa tíma og þessi 12-18 mánuðir fyrir hrunið, ég veit ekki hvað er langur tími, þar sem að þetta var eiginlega búið og öll viðvörunarljós blossuðu í samfélaginu, samt gerði engin eitt. Stjórnmáli virðist ekki að tala við Seðlabankann, Seðlabankinn ekki við bankamálaráðherrann. Og oft var út af einhverju kergju og milli aðila út af til dæmis Evrópumálum. Já, viðskiptalífið ekki við stjórnmálin og fullkomið vantraust þarna á milli og einhvern veginn allir bara sukku ofan í sína skil. Þetta er allt öðruvísi heldur en maður les til dæmis hvernig ástandið var í Bandaríkjunum, þar sem að fjármálaráðherrann einfaldlega næstu í gekk inn í bankana og fór að stjórna þessu. En ættu Ingibjörg Sólrún og Árni ættu þau að stíga fram núna? Það er minnst ekki, það er eiginlega ekki hægt að segja svona, þau verða bara að ákveða þetta sjálf sko. En mér finnst hins vegar að Alþingi eigi að samþykkja að setja um landsdóm og rétta yfir þeim. En hvernig þau gera þetta upp við sig persónulega er bara þeirra persónulega mál. Það er bara þeirra mál sko. Við sáum eina afsökunarbeiðni í þessari viku, það var Björgólfur Thor Björgólfsson sem að sendi bréf inn til Fréttablaðsins og bað þjóðina afsökunar. En það voru nú ekki allir á eitt sáttur með þessi afsökunarbeiðni. Ég meina, það er eitthvað bara það sem er gert og það voru lítið, mjög erfitt að bregðast við einhverju afsökunarbeiðni. Ég veit ekki frekar maður getur sagt að fyrir, varandi Geir eða einhvern af þeim sem var við stjórnartömunum, ég meina, bara það sem er gert. Og menn bara þurfa að kljást við það sem eftir er ævinnar. Hvað fannst þér þessa afsökunarbeiðni? Þetta eins og ég segi, þá verða svona persónulegt mál þeirra fólk sem vill biðjast afsökunar. Mér finnst að ég get ekki verið að rukka Geir Haarde um það. Og það er líka ef Björgólfur Thor ákveður að biðja þjóðina afsökunar, þá verða bara hver fyrir sig, verður bara ákveða fyrir sig. Hvað fannst þér afsökunarbeiðnina? Mér hefur fundist þessi tími svona, hvað er það orðið, 18 mánuðir. Þar sem allir eru rosalega reiðir og eru að sletta máling á hús og eru umsátur hús og eins og þessi vika þar sem allir eru rosalega hneykslaðir yfir öllu. Þetta er ekki skemmtilegur tími. Er þetta ekki svolítið þannig að þegar upplýsingarnar loksins koma fram að það vissi náttúrulega enginn hvað kemur fram í þessari skýrslu. Það eru mikið af upplýsingum í skýrslunni að þá svona fyrirgefið þið þegar almenningur er búinn að sjá hvernig hlutirnir voru. Ég get ekki haft skoðun á því hvernig hann gerir þetta sko. En það sem ég vildi bara segja er að margt af þessu sem var gert og vegna þess að það var bóla og það tók allir þátt í þessu. Það voru alveg fáir sem að flögguðu raunverulega sko. Svo að ýmsir svona merki í efnahagslífinu, ýmsir mælar væri að springa. Þar leiðandi finnst mér erfitt að koma eftir á og vera fullur af dómörku. Því að sömuleyti held ég að skipta ekki máli þóttu við tekið einn af þessum mönnum og sett annan í staðinn, hann hefði öllu líkjandi breytt eins. Það voru eiginlega allir að gera það sama og þá, mér finnst þessi hugmyndum að þetta hefði verið vondir menn og svo eru við hinn sem að sitjum hérna og hneykslum góða fólkið. Ég kann ekki alveg þá uppsetningu. En ég get alveg fyrirgefið öllum, því að sömuleyti margt af þessu sem var gert skiljanlegt, sumt af þessu mannlegt, oftrú á sjálfa sig og ofur bjartsýni manna í hrikalega vondum málum. Þú veist það sem halda þetta sé að fara að bjargast, þetta er svona eins og menn sem að drukkna í Kyrrahafinu og sjá reyk við sjóndeildarhringina þeir fara að vinka sko. Það er ekki þetta að skamma þá bjartsýni sko, þetta er bara, það er margt svona í þessu sko. Og líka þetta aðgerðarleysi að trúa því ekki að Ísland er að hrynja á minni vakt og menn svona frjósa og gera ekkert mánuðum saman.
þú veist, en mér finnst þess að þótt að ég get alveg sko skilið þetta, mér finnst þetta svona mannleg hegðun og allt það, að þá ekki þar með sagt að við höfum ekki láta dómstólina og landsdóm hafa sinn gang. Þetta bara, það er það system sem við höfum í samfélaginu til þess að við sem einstaklingar þurfum ekki að ganga með heift og reiði í hjartanu. En tölum aðeins bara örstutt þessar lánveitingar til eigenda bankana. Þær voru gríðarlega háar og oft ég fór iðulega yfir þetta lögbundna hámark, 25% hámark af eiginfjárgrunni. Segir þetta ekki bara að þeir í rauninni það var búið lokað erlendis, þeir notuðu bara sína eigin banka til þess að fjármagna vitleysun áfram? Var þetta ekki þannig? Jú, ég meina það er það sem varð reyndin, en hluti til sko var það þannig að í kerfinu 2006 þá var ennþá mikið flot af fjármagni í heiminum og mikið af þessum fyrirtækjum voru fjármagnu erlendis stutt af aðilum eins og sést til dæmis í skýrslunni og svo þegar erlendu aðilarnir kippa sér höndum að þá snúa eigendurnir sér við og fara inn í bankana og láta þá fjármagna sig og það er svo sem ekkert svona óalgengt þegar í aðdraganda fjármálahruna og stundum er sagt sko when in trouble double þá menn hafa oft sko náða að fleita sér í gegnum niðursveiflu bara með því að dobla og þeim mönnum tókst það 2006, mönnum tókst það líka 2001 þegar netbólan sprakk. Ég meina fjármálakerfið á Íslandi var miklu minna þá en það var í mikilli klessu þá. Mikið af sjávarútvegsfyrirtækjum landsins voru þá gjaldþrota vegna þess að bankarnir eru búin að selja framvirka samninga í gjaldmiðli og svoleiðis sko og viðbrögðin 2001 voru að slökkva á bara áhættustýringarkerfinu og láta það malla. Það var gert líka 2006, það bara tókst ekki í 2008. Nei. Það er líka þannig að bankarnir, staðan var svo að bankarnir þoldu ekki annað en að halda lífi fyrirtækjum. Því ef bankarnir hefði ekki gert það og fyrirtækjum fara á hausinn, þá hefði bankið fara líka á hausinn. Og þá hefði sko íslenska systemið allt bara hrunið. Þetta er svona að kasta góðum peningum á eftir slæmum. Við erum ekki fyrsta fólki til að gera það sko. En þó svo að skýrslan í skýrslunni séu mikil vátíðindi að þá er hún líka skemmtileg lesning á köflum. Hvað hafið þið svona rekist á við lestur ykkar í skýrslunni? Ég veit ekki, þessi snúður er náttúrulega eitthvað sem svona festist í manni held ég, svona eftir á hyggja. Það er kannski það, ég veit ekki svo veltum maður upp bankastjóri Landsbankans, hann fór að efast að eigendurnir í bankanum voru sannir eigendur bankans. Hann velti því upp, hvað maðurinn að fara. Er þetta eitthvað sem verður elt uppi eða eitthvað svoleiðis, ég veit ekki. Og Blómavals ummælinn hans Davíðs, hvað fannst þér, Gunnar Smári? Það var margt fyndið í skýrslunni og eiginlega fyrsta skýrslan sem kemur eitthvað fyndið þetta hrun sko, því að þetta er svo Spaugstofan svona hefur ekkert verið fyndin, hún har bara verið rosalega reið og ákvæm sko. Þannig það var ákveðin léttir að sjá, það voru margar senur þarna. Davíð Oddsson þegar hann rekur augun í hvað Jón Ásgeir skuldar mikið og hleypur niður 4 hæðir í Seðlabankanum til þess að sýna Jónas þetta, Jónssoni. En margar svona sinnur sem eru finnar, Össur í sturtunni og líka bara típa Össur svo skemmtilegur í frásögn, menn að part 2 skýrslan ætti að vera meir Davíð og Össur ætti að skrifa hana sko. En talandi snúðin, það var einmitt ungur lögfræðingur Það er saga Össur. Já, einmitt. Það þarf að vera svona pínulítið meðvitaðlega svona til utan við sjálfa þig til þess að upplifa hluti svona og Össur er nefnilega bæði skemmtilegur í frásögn og hann er líka skemmtileg típa í skýrslunni, vegna þess að hann virðist vera í þessum stöðum svona bara hálfu leyti, sumu leyti er hann bara gestur hann skiljiðinu. Hann er svo kosturlega upplifin á sjálfum sér. En trúið þið hann hafi tróðið hálfum snúð í túlan á sér eins og var orðað? Ég var ekki þannig. Ég trúið Sigurðinni alveg, hann er afreksmaður að þessu leyti alveg. Ég veit að þú veist aðra sögu. Ég veit að þú veist aðra svipaða sögu. Nei, ég ætla ekki að bera það út, en það er margar sögu til einmitt Sigurjón og mat, sko. Geturðu nefnt eina? Nei. Heyrðu, en í einmitt þessum öðrum hluta, í þessum siðfræðihluta, þá er talað mikið lúxusinn og sem að fylgdi þessu og þessu líferni. Gunnar Smári, þú varst forstjóri Dagsbrúnar, upplifir þú eitthvað af þessu sem er lýst þarna í skýrslunni? Nei, ég er náttúrulega, ég er svo heppinn að ég þykir vera fyrir eitthvað leiðilegu maður, þannig að mér er sjálf að boði svona, ég drekk ekki og svona, þannig að það er ekki gaman að hafa með það.
En ég hins vegar fekk far með einkaþotum og ég skil aldrei að þess að telja upp það sem eitthvað eitthvað svona eins og einhver fríðindi sem það hefur fengið sko, að fá far með einhverju frá London til Reykjavíkur. Það ekki lúxusferð, þetta eru örlítil rör, ísköld og ég hef aldrei verið jafn hræddur á ævi minni eins og þegar við flugum yfir miðbæinn á einkaþotu vorum að lenda. Þannig að ég flokkaði ekki sem lúxus. Það sem næst þessu var einhver baugsdagur í Tívolí í Kaupmannahöfn og það var svona matur kvöldið. Borðaðir þú gull? Nei, ég man ekki hvað var í matinn sko. En þetta leystist svolítið svona, Íslendingar eru svolítið menglega fyllibittur sko. Þetta leystist upp í svona frekar óheflað fyllirí sko. Það sem að menn voru að kasta borðskreitingum á milli borða og þannig að maður svona bara leið burtu, fór út. Önnur nálgun sem að nefndin hefur getið gert að hafa 7 kafla og skýra það eftir dauðasyndunum öllum sko, því að það svona einhvern veginn eru þarna allir sko, en það hefði mátt kannski draga aðeins meira betur fram sko. Nú skýrslan komin út, haldið að þetta verði ákveðin vendipunktur, förum við að líta núna fram á við og hætta að horfa í baksýnisspegilinn? Já, það er það sem við einmitt verðum að gera. Nú bara að láta það kerfi sem á að fjalla þessi mál formlega, bara afgreiða þau mál og horfa fram með veinu, því að þau verkefni sem við stöndum fram með fyrir eru náttúrulega alveg geypilega merkileg og mikilvæg og einstakt tækifæri. Það er sennilega fáar kynslóðir sem upplifa það að sjá að samfélagið eins og það var komið að endastöð og nú þurfum að byggja upp nýtt samfélag og það er akkurat það sem að fólk þarf að fara að gera núna, að velta fyrir sér hvernig viljum við móta Ísland næstu 100 árin, hvernig samfélag viljum við gera og það er það sem við þurfum að fara að tala um núna. Gunnar Smári? Ég get bara sagt að ég heyri við þessu sko, því það er nefnilega máli sko, þetta er ótrúlega gleðilegt tækifæri sem við höfum. Að taka þetta í okkar hendur. Hins vegar verði það vikinn að ég ekkert svo bjartsýn að það verði. Maður sér stjórnmálin að koðna niður bara. Það í algjört forystuleysi í öllum flokkunum og flokkarnir að leysast upp. Bankarnir svona í einhverju limbói og þannig að það tómarúm í samfélaginu. Þannig að ég bara vona að þú finnir eitthvað í lið með þér og bara byrjir. Ég vil byrja, það er með. Það stofna hreyfingu? Já. Gunnar Smári og Ársæll, þakka ykkur kærlega fyrir komuna.